Í þessum fyrirferðarlestri af Bernoulli-ferlum þá ætlum við að skoða einfalda útgáfu af Bernoulli-ferli. Bernoulli-ferli svona runa af tilraunum. Við gerum nokkra tilraunir og þar sem við höfum tvær mismunandi mögulegar útkomur, annarkvort heppnast tilraunin eða hún heppnast ekki. Og þetta þarf ekkert endilega að vera eitthvað sem að hefur jafna líkur. Tilraunin heppnist, það ekki endilega að vera 50%. En við ætlum að skoða núna eftir reyndar dæmi það, peningakast, þar sem að alltaf hver útkoma 50%, eða líkurnar á hver útkomu. Ef við skoðum þessa formúlu hérna, þá erum við með eitthvað sem heitir n yfir k, sem stendur fyrir tvíliðustuðul n yfir k, n,k. Þetta formúla sem þið getur notað beint með því að smella inn í inntaksklukkan í GeoGebra. Og hún telur á hvað sem marga mismunandi vegu hægt að láta tilraunina heppnast. Þannig að segja, ef n fjöldi peningakasta til dæmis, þá getur k verið á hversu marga mismunandi vegu hægt að fá ekki skjaldarmerki eða eitt skjaldarmerki. Skulum skoða þetta svona með því að telja upp möguleikana. Þessi runa sem sjáum hér eru allar mögulegar n yfir k þegar að við erum með fjórar tilraunir fyrir geðu. Við kostum upp 4 krónum, en þá einn möguleiki, það að segja að fá skjaldarmerki allar peningana. Það einn möguleiki á að fá bara skjaldarmerki. Það eru 4 möguleikar að fá einn þorsk og 3 skjaldarmerki. Í raun og veru erum við að skoða hér í fyrsta líkurnar á því að fá engan þorsk. Það eru þá svo 4 möguleikar á því að fá einn þorsk. Við fáum þorsk í fyrsta kasti, öðru kasti, þriðja kasti eða fjórða kasti. Það eru 6 möguleikar á því að fá 2 þorska. Það eru svo 4 möguleikar að fá 3 þorska. Þannig að við getum kastað einhvern veginn 3 þorskum í mismunandi röð, 4 mismunandi vegu, og svo einn möguleiki að fá 4 þorska. Þannig að þessi liður hér, fyrsti liðurinn, bara að telja á hversu marga mismunandi vegu hægt að gera hlutina. P, eins og áður sagðist, stendur fyrir hversu mikla líkur eru á því að tilraunin heppnist, og í penningkasti er hún alltaf 0,5. Það er 0,5% eða 50% líkur á því að við fáum þorsk ef við kostum með penning. Og Q er þá restin af möguleikunum, tilraunin heppnast ekki. Í penningkasti er Q þá 0,5, það er hinir möguleikarnir. Þannig að líkurnar á því að fá nákvæmlega 3 þorska til dæmis eru tvíliðustuðul 4 yfir 3. Þá teljum við fyrst á hversu marga mismunandi vegu hægt að fá 3 þorska, og margföldum það með P í veldinu K, þar að segja líkunum á því að fá þorsk í þriðja veldi, að því við ætlum að fá 3 þorska, og sinnum 0,5 í fyrsta veldi. Það er líkunum á því að tilraunin heppnast ekki, að við fáum ekki þorsk, og við ætlum að fá það í einu kasti, að við ætlum bara að fá eitt skjaldarmerki. Við getum líka sett upp svona runu af Bernoulli-ferlum til að sjá líkunar á öllum útkomum. Þá tekkum við öll k, eða allar mögulegar útkomur frá 0 og upp í 4. Þá þurfum við að margfalda það í hvert skipti með 0,5 líkunum á því að heppnist í veldinu k sinnum 0,5 í veldinu 4 mínus k, eða n mínus k ef við varum ekki búin að skilja 4.